Já, þá ætlum við að hringja til Slóvakíu í Val Gunnarsson, en við ætlum ekki að ræða við Slóvakíu heldur Rússland. Velkomin, Valur. Hvað segirðu hérna, á hvaða vegferð Rússland núna? Það er náttúrulega búið að vera á mjög slæmi vegferði í svolítinn tíma. Það stríðið virðist vera að tapast núna eiginlega svo hratt að það var alltaf að fylgjast með því. Úkraínumenn virðast á að haga sér óbúðslega skynsamlega. Það er að segja í byrjun september þá tóku þeir Kharkiv hérað en pössuðu sig á því að fara ekki of langt. Það er að segja hættan þegar menn sækja áfram að þeir fari of langt og þynni þannig út eigin sveitir og birgðalínur en þeir svona taka þetta skref fyrir skref þannig að það er mjög erfitt að sjá að Rússar geti snúið þessu tafli við og þessi 300.000 manns sem er búið að kalla í herinn þeir væri kannski nóg til þess að stöðva sókn Úkraínumanna en það er nú ekki líkur því að þeir voru þjálfaðir að komnir í bráð þannig að Úkraínumenn vona örugglega að þetta sé að klárast en hitt náttúrulega annað mál að Pútín mun ekki gefast upp og getur aldrei sætt sig við það þannig að hann verður með einhverju móti að halda áfram. En þú lýsa stríðinu, þú vonast að það klárist. Er fólk að vonast til þess að Úkraínumenn reki rússneska herinn út úr Úkraínu bara á næstunni? Já, það er það sem menn segja, þessi er farin að finna lyktina af sigri en hvað það merkir að þeim takist að hrekja Rússa út frá hernumdu svæðunum nema Krímskaga. Það er spurning hvort það takist á næstu dögum, vikum, mánuðum og hvað það síðan merkir. Það er náttúrulega krafa á Pútín frá einhverjum af eigin mönnum að gera eitthvað, að eskalera. En það er spurning hvað hann getur gert, af því að hann er búinn að hafa almenna herkvaðningu. Þannig að það er ekki séðilega hvað hann raunverulega getur meira gert til þess að stöðva þessa gagnarús Úkraínumanna. Hann getur alltaf sent þessa hermenn á vígvöllin. Þeir eru nú varla komnir þangað núna, þeir eru bara í þjálfunarbúðum kannski? Jú, þeir eru búin að gefa út af þessi 80 þjálfunarbúðir en þá verða þeir líklega svo illa þjálfaðir að það er ekki víst að þeir geti riðið neitt bakkamunn þarna. En af spurningunni, hvað að gerast í Rússlandi? Eru líkur á því að Pútín geti mist völd? Ég held það að frá upphafi stríðsins hafi orðið óhjákvæmilegt að Pútín missi völd, spurningum hvenær og það auðvitað veit enginn en það gæti nú jafnvel verið að bara tala það í dögum. Það vill svo til að núna held ég á föstudaginn, helgina, þá á hann 70-afmæli sem að verður örugglega talsvert öðruvísi hátíðarhöld en hann hafði vonast eftir. Og mann grunar að það hafi örugglega verið einhvers staðar í bakhöfðinu á honum að hann ætlaði að verða mesti rússneski sigurvegari allra tíma og fagna 70-afmælinu með glans en í staðinn þá er hann búinn að missa tökin ekki bara á stríðinu heldur á frásögninni líka. Hann getur vel ekki lengur sagt að þetta sé sérstakt hernaðaræki þannig að kalla út herinn. Hann getur hann var líka erfitt með að lýsa yfir sigri að einhverju leyti. Þannig að hann er komin mikið vanda. Þannig að mann grunar að Rússar skiptist í tvennt án þess kannski endilega að sluppa á hlutföllin. Það eru þeir sem eru á móti stríðinu og vilja einfaldlega til ljúki. En síðan það hinir sem finnst hann ekki að gengið nógu langt. Og þeir eru líklega miklu áhrifameiri vegna þess að Pútín er búinn að losa sig við alla hina. Og þeir þora ekki að segja neitt eða þeir að flýja land. Þannig að á upphafi valdaferilsins þá vó Pútín salta milli frjálslyndari hópa og þjóðernissinnari
gæti svona blíðka báða. Hann gekk í alþjóðu viðskiptastofnunina og Medvedev var nú talinn frekar á þeirri frjálsari línu meðan hann ekki töldu ennþá hann hefði frjálsan vilja en síðan blíðkaði hann alltaf hægri öflin sem mjög sterk með því einmitt að vera harður og ganga hart fram og en núna eru þau einu öflin sem eftir þannig að líklega mest sótt að hann frá hægri af aðeins sem telja hann ekki ganga nógu langt fram í stríðinu þannig að já, Þú ert að spá því að hann geti fallið á næstu dögum? Nei, ég ætla nú ekki beint að spá því en það er einn möguleikinn að það að menn fá einfaldlega nóg núna þegar það virðist ekkert geta gert þess að stöðu gagnar og Úkraínumann og síðan þurfa að bugta svo að beygja fyrir honum á afmælisdeginum hans. Við vitum ekki hvenær það gerist. Það er afskaplega sennilegt að það gerist og það er sennilegt líklega til skemmri tíma litið að það verði jafnvel ennþá meiri harðlínumenn sem að koma honum frá. Og hvaða menn væru það? Kanntu að nefna þá sem að gætu tekið við? Nei, já, hann hefur verið bent á FSB, jafnvel herinn, en líklega einhverjur innan FSB munu hann er alltaf búin að umgringja sig með einhverjum jámönnum, en það er mjög rétt að sjá hann sitja áfram endalaust hafið stríð sem hann getur ekki sigrað. Það er lengin dæmi mjög fá dæmi að einu af þessar hafi slíkt af, en og það sem að vonur til lengri tíma litið er einhvers konar hófsamari öll taki við og að Rússland verði einhvers konar eðlilegt land sem að hættir að ráðast á nágranna sína en það er ekkert víst að það gerist í bráð. En ef Pútín er steypt frá hægri þá getum við búist við meiri hörku og þá líka meiri hörku á vígvellinum. Já, þó að það sé vissulega erfitt að sjá hversu mikið meiri hörku Rússar geta beitt. Þeir kjarnorkuvopn? Það er náttúrulega það sem að maður óttast mest, það er einn möguleikinn. Kadyrov sem er skósveinninn af Pútíns í Tsjetsníu, hann lagði það til og það er verið að bera það tilbaka en það er auðvitað algjört örþrifaráð. Ég var nú að tala úkraínska konin í gær sem var að koma frá Kív og að fara þangað aftur og hún er alltaf með svona ruslapóka pakka í veskinu og grímu, þannig að ef það verður beitt efnavopnum þá getur hún klætt sig í ruslapókana og það eru svona leiðbeiningar á það hvernig þetta klæði sig í ruslapóka til þess að vernda sig frá efnavopna árásum eða mögulega geislavirkni, svo lengi sem hún kannski gerir ekki of nálagt. Og Bandaríkin hafa hótað aðgerðum sem heldur eru ekki ljósar hverjar eru ef að Rússar munu ganga svo langt en það er komið til tals að sökkva til dæmis Svartahafsflota Rússa þá sem næsta skref en það er hins vegar hafa alltaf hæpið að Bandaríkin myndi fara að beita kjarnavopnum á móti þannig að það er alltaf fordæmalaust ef það myndi gerast þannig að það er erfitt að sjá hvað myndi gerast í framhaldinu. Þetta er nú komið eiginlega yfir á þitt sérfræðisvið, þetta er saga með mikið efum. Jú, en öll stríðin alltaf eru það. Og það er það sem Pútín er búin að læra er það að leið að þú sleppir einhver slíku lausu, þá er óbúslega erfitt að hafa stjórn á atburðarásinni. En það hefur líka komið í ljós að þetta stríð var alveg afskaplega heimskulegt frá sjónarhóli Rússa og frá sjónarhóli Pútíns og ef hann hefði sleppt þessu þá hefði hann áttúrulega mun gleðilegri 70. afmælisdag en stríð eru bara einfaldlega ekki hagkvæm, þau eru ekki skynsum, þau eru ekki bara móralströng heldur eru þau líka afskaplega vitlaus frá sjónarhóli valdhafa. Þeir sem að hafa völd, þeir veikjast yfirleitt af því að fara í stríð frekar heldur en öfugt. Sem lengi tíma liðið. Hvað með Hvítrússa og fleiri sem að standa Rússum nær má merkja okkur óþreyju þar að menn vilji losna við eða vilji að þessu stríði linni óttast við að dragast jafnvel inn í þetta? Það er náttúrulega einn möguleikinn fyrir Pútín að eskalera að fá Hvítrússa inn í þetta en
það nú eitt sem mann svona datt í hug byrjun september eða hefur alltaf svona verið möguleikinn, en ég held að ef að Lúkasjenko hefur komist hjá því hingað til að vera beinn þátttakandi í stríðinu, þá muni hann nú líklega halda það út núna þegar ljóst að þetta gengur illa. Það sem eiginlega alveg ljóst að Rússar að missa öll sín áhrif í sínu nær umhverfi. Það var þessi fundur daginn þar sem að leiðtogar eins og Asíuríki komu saman og Pútín nú þekkti fyrir það að láta menn bíða eftir sér, en það var alveg ótrúlegt að það voru forsetar Kirgistan og smáríkja á áhrifasvæði hans sem að láta hann bíða. Þannig að það er verið að tæma allar herstöðvar í Mið-Asíu og Georgíu og Sýrlandi og senda alla á vígvöllin í Úkraínu. Þannig að tilkall Rússlands til þess að vera einhvers konar stórveldi eða jafnvel í sínu nærumhverfi er að hrynja, og það er spurning hvernig menn í Moskvu takast á við það. Þannig það gæti verið að keisarinn í Rússlandi myndi falla núna í október í einhvers konar byltingu. Það er náttúrulega hefð fyrir byltingum í október í Rússlandi. Þó að sú sem að ræðir hafi verið 7. nóvember okkar tímatali, en það sem alltaf að koma sögulega samanburð, það er miklu auðvitað lítið til sögulegar heldur undir framtíðarinnar. Það sem Nikulás annar gerði í fyrri heimsstyrjöld var að hann axlaði sjálfur alla ábyrgð. Hann ákvað að vera sjálfur yfirmaður hersins, þannig hann gat ekki kennt öðrum og hann gat ekki bara rekið einhver herfóringi, þannig að þetta lenti alltaf honum og þess vegna þurfti að steypa honum, og ég held að Pútín sé svolítið svipaðri stöðu. Þetta er hans stríð og hann getur ekki bara rekið einhverju í kringum sig og kennt þeim. Þannig að það er einhverlega hans höfuð sem er undir og það er enginn sem vill taka það af honum. Það hefur nú verið sagt stríð að sigur eigi marga feður en ósigur sé munaðarleysingi, og það er enginn sem til í að taka þetta tap af Pútín. Hann mun setja einn eftir með það og það mun hitna undir honum bara stigmagnandi á næstu dögum. Já, ég myndi ætla það. Það er mjög erfitt að sjá fyrir hvernig hann getur snúið vígveldinum við og það er að leiðandi. Þá lítur hann bara verr og verr út. Og síðan auðvitað stríðin alltaf nálgast Rússa miklu meira með því að vera að kalla fleiri og fleiri í herinn og byrja að vopna almenning. Það getur líka verið hættulegt. Við hugsum aftur Nikulás I. Hann fyrir og fyrir heimsstyrjöldina. En þar var virk stjórnarandstaða í Rússlandi, en nú er það raunverulega ekki. Nei, það sem að það var nú líka reyndar maður í útleik sem tók veldin sem var Lenin, en Kerenski tók við að Nikulás öðrum, og hann vildi líka vega salt á milli hvítliða frá hægri og rauðliða frá vinstri, og hvoru voru annað með hann. Nei, þannig að til skemmstíma litið er líklegast ef Pútín verður steypt af einhverju innan stjórnkerfisins munu taka við sem að mögulega vilja þá ganga lengra í stríðinu eða reyna að binda enda á það, og til lengri tíma litið er aðalatriðið, held ég, fyrir rússneska þjóðarsál hvort að þeir axli ábyrgð eða ekki. Og ef að Rússar vilja enda stríðið án mikilla hörmunga, að þá er lausnin svo að fella Pútín, því að Pútín geti ekki samið einhverja vopnahlé eða stríðið stoppi, en það væri líklegra að einhverjir nýir kallar getur gert það. Það sem að maður verður að lesa út úr þessu. Fyrir það að Zelenský sjálfur búinn að gefa það út að hann vilji ekki ræða við Pútín, en Pútín getur eiginlega aldrei komist upp með það að segja bara sorry, þetta var mistök, við ætlum bara að kalla herinn tilbaka og láta eins og ekkert hafi í skorist. Það er hans arfleifð, hans völd, hans orðspor og allt hlýtur að standa og falla með þessu stríði. Og hann verður að knýja fram sigur eða halda því áfram. Það er eiginlega óhugsandi að hann geti sagt sér við
nokkuð minna og núna alltaf líka getur hann ekki heldur dregið tilbaka og sagt við ætlum nú bara að viðurkenna þessa hluta Donbass eða eitthvað slíkt. Hann er alltaf búinn að innlima þessi 4 svæði í Úkraínu. Þannig að ef að Úkraínumenn endurheimta það sem þeir eru að gera, þá er ekki til að hægt að spinna það öðruvísi, heldur en bara tap. Og það er barist núna og þeir eru að missa land af því sem að Putin var að innlima inn í Rússland fyrir skömmu síðan. Það er umverulega frá hans sjónarhorni þá er verið að berjast á rússneskri jörðu. Já, sem að þar að leiðandi miklu meiri ósigur fyrir hann að missa það heldur en ef hann var ekki búinn að gera það. Hann hafði miklu fleiri valkostur umverulega í sumar heldur en hann hefur núna. Með því að lýsa því yfir þetta sé rússnesk grund, þá er hann að gera nokkra hluti. Eitt er það að þá getur hann sent herskyldu her á þessi svæði, af því að samkvæmt lögum þá má herskyldu her ekki vera sendur til útlanda, hann má bara berjast til að verja Rússland, sem að þar að leiðandi þetta orðið samkvæmt hans eigin skilgreiningu. Auðvitað getur hann líka sagt að þetta er árás, að þetta kallar á beitingu kjarnorkuvopna. Hann hefur svona í aðeigstundum en ekki gefið það út og kannski er hann líka vonast til þess að þetta muni efla Rússa í því að verja sitt land sem þeir hafa alltaf verið góðir í sögunni. Þeir hafa gengið illa í árásarstríðum en þeir hafa alltaf tekist að hrekja innrásarherinn á höndum sér en það er ekkit víst að og sennilega frekar ósennilegt að rússneskur almenningur muni alveg gleypa það. En höfum við mælingar það? Höfum við mælingar á hvaða fylgi Putin nýtur í dag sem að treystað á? Nei, það ekki svo ég viti. Það náttúrulega eru bara þessi 100.000 sem eru að kjósa með fótunum, eins og sagt og eru að flýja land. Og það eru þetta einhverja tölur sem að 200.000 mann sem eru að flýja til Kazakstan og 2 milljónir sem eru farnir til Georgíu. Síðan náttúrulega einstaka bara YouTube-myndbönd sem ég segi ekki mikið menn sem eru að handleggsbrjóta sig og veitu þetta allir þess að forast að vera kvættir í herinn. Herðu Valur, þú segir fréttir, þú spáir falli Pútins, eða svo gott sem, á allra næstu dögum. Við heldum áfram að fylgjast með þessu. Nei, það er möguleg sviðsmynd. Já, ég held að fallastandi fyrir dyrum hvort það næstu dögum, vikum, mánuðum, vitum við ekki, en það færist náttúrulega nær með hverjum sigri í Úkraínum sem ekki láta á. Já, nei, þú ert að spá framtíðin og við gerum okkur grein fyrir því að það er erfitt, við ætlum ekki rukkað þetta, en við fylgjumst með stöðu Pútins í Rússlandi við rauða borðið á næstu dögum. Ég þakka Val kærlega fyrir og þar með slægi botnin í þennan þátt í kvöld og minni á að rauða borðið verður á morgun klukkan 8 að þá fjöllum við einhver allt önnur mál. Takk fyrir í kvöld.